Mæðgunar Helga Kristjánsdóttir og Rut Ragnarsdóttir eru listmálarar frá Grindavík og vilja hvergi annars staðar mála en þar. Helga, sem hefur málað síðan í kringum aldamótin, var komin með glæsilega vinnuaðstöðu í iðnaðarhverfinu svokallaða í Grindavík, en það hverfi fór einna verst út úr hamförunum og húsnæði Helgu gjöreyðilegðist. Rut, sem í grunninn er gullsmiður en lærði að mála fyrir það bil 10 árum, var búin að búa ásamt fjölskyldu sinni í Grindavík í 2,5 ár fyrir rýmingu og var byrjuð að mála með mömmu sinni í Vörðusundinu. Helga leigði meðal annars húsnæði í Kópavogi eftir hamfarirnar en hefur verið í Grindavík síðan í júlí í fyrra og eftir að hún leitaði til bæjaryfirvalda varðandi húsnæði var henni bent á Gerðavelli þar sem Héraðstöpur bakari hefur ráðið ríkjum. Helga og Rut kunna enga vel við sig við hliðina á bakarinu og segir sagan að fólk hafi ætlað sér að kaupa kleinu en hafi vilst og komið út með málverk í staðinn. Ég var örugglega 19 ár. Ertu ennþá að klippa? Nei, bara pappa. Bara pappa og kallinn. Og kallinn. Já. En ég var náttúrulega, lærði svo hárgreiðslu kennaran, hafði hugsað mér að reyna að fá vinnu við kennslu, en það var ekkert í boði en ég byrjaði bara sem lítil stelpa alltaf að teikna. Þú hefur alltaf, þetta var alltaf blundað í þig. Já. Og svo í hárgreiðslunni þá lærir að blanda liti og þú ert að lita hár og strípur og svona og ég hafði alltaf svo gaman allir í litablöndun. Og fyrir 23-4 árum þá fór ég á fyrsta námskeiði. Hvar? Það var í Keflavík, í pakkhúsinu þar. Ég held að heiti pakkhúsin. En svo fór ég í myndlistarskóla Kópavogs og var mikið hjá Svanborg Matthíasdóttir og Erlu, svo Bjarni Sigurbjörnsson, þetta voru allt svo góði kennarar. Og 2002 þá flytjum við til Barcelona og ég fer þar í 1 árs nám í Massana í Barcelona og hafði rosalega gott af því og kynntist fullt af spænsku fólki, katalónum og höldum ennþá tengslin og síðan hef ég bara ekkert stoppað. Ég er duglega að sækja námskeið, fara erlendis, fá jafnvel kennara hingað og hef verið með hópa sjálf í kennslu og þetta svona heldur við gangandi því að það þýðir ekkert, það gerir þetta enginn fyrir þig. Þú verður að halda áfram. Ég byrjaði bara við eldhúsborðið heima. Og svo Þú ert ekki alltaf að þróast bara, ekki listamaður alltaf, maður er aldrei fullnuma. Já, alltaf bara. Þú veist, ég kannski held að ein myndin sé búin og þá bara, ef ég labba fram hjá henni daginn eftir, þá bara alveg nei, það vantar eitthvað þarna. Þá fer ég bara með pensilinn, sko. Þannig að þetta er bara svona og bara, þú veist, gaman að þessu. Rut byrjaði sinn listferil ekki sem myndlistakona, heldur nam gullsmíði. Hún var búin að búa í Grindavík í 2,5 ár þegar hamfarirnar dundu yfir og vill hvergi annars staðar vera. Ég byrjaði svona fyrir cirka 10 árum síðan að mála, en ég er líka gullsmiður. Þannig að ég lærði það fyrst og fremst. Og já, náttúrulega lærði það svolítið að mála út frá mömmu. Hún þú veist, ég kynnist þessu þannig. Þannig byrjaði ég á þessu og er mest að mála landslag. Og ákvað svo að skella mér út í skóla í Barcelona. Það er í COVID-inu 2021, minnir mig. Flytt þangað 1 ár með fjölskylduna og bý í Poblenou í Barcelona og fyrir skóla þar. Bara listmálara? Já, það heitir Barcelona Academy of Art, en það er allt öðruvísi landslag. Það er bara það sem ég er að gera fígúrur og er að teikna, helst var ég að teikna með kolum og blýant og allt svoleiðis. Bara svona live model sem stóðu fyrir framann og þú ert allan daginn að teikna frá kannski 10 til 5 eða eitthvað með hádegishpásu og kaffipásu. Og þetta var mjög intens og þetta gerði ég heilt ár. Og flutti svo heim. Góður skóli. Rosa góður skóli. Og ég er ofta að fara út á námskeið í skólan, það þarf að halda mig við og annað, ögra sjálfur mér. Og ég er mest í landslaginu því ég kem alltaf aftur heim, sko, en er líka að teikna. Mikið, búin að teikna mynda afa til dæmis og börnunum mínum og svona blýantstekníkar. En landslagi heillar alltaf. Þetta er svo Ísland. En áður ferð út til Barcelona, þá ertu búin að vera að mála? Ég er búin að vera að mála og er í gallerí í Reykjavík. Já, en hvernig lærðirðu þá? Ertu bara sjálfmenntuð fram að því? Það var bara sjálfmenntuð, já. Það er bara þannig? Já. Ég byrjaði þannig og svo bara kemur COVID og þá ákveð ég bara, þarna eru dyr að opnast fyrir mér. Ég legg gullsmiðina aðeins á hliðina til hliðar og fer út og bara ákvað að fara í nám og læra meira. Þannig að það var svona. Og ert ennþá alveg að læra? Jú.
Það er aldrei hægt að vera fullnuma í þessu. Það er bara þannig. Maður þarf að vera að ögra sér, stanslaust. Já. Læra á litina og pröfa eitthvað nýtt og það er það skemmtilega við þetta. Veist, maður vill hafa, listin er bara þannig, hún er alls konar. Og maður vill bara halda áfram að, þú veist, læra. Það er bara þannig. Og þú ert komin hingað inn í Grindavík, menn hvernig var þín staða fyrir hamfarirnar? Bjóst í Grindavík þá? Ég bjó í Grindavík, ég var búin að búa í Grindavík í, 2,5 ár fyrir rýmingu. Flutt aftur heim með fjölskylduna, búin að finna draumahúsið. Var í húsinu hjá afa mínum á Iðavöllunum í 2 ár og náði 5 mánuðum í nýja húsinu, þangað til rýming var. Algjörlega draumahúsið okkar. Þannig að, já. Og hvað er fjölskyldan í dag? Við erum í Kópavogi. Kópavogi. Sunnusmáranum, ein af mörgum og líkar bara vel þannig en það tókar alltaf að koma heim. Já. Við erum með þessa flottu vinnustofu og ég nenni ekki að vera að mála heim í stofu þótt ég sé búin að vera að gera það, skilurðu. Þannig ég keyri hérna á milli eða ég er búin að gera hollvinasamning og er að gista hérna reglulega bara til þess að vera hérna á vinnustofunum mála og taka á móti fólki. Elska það. En sem sagt fyrir, hvar varstu að vinna, hvar varstu með vinnustofuna? Vinnustofan var í Vörðursundi, þar sem mamma var með mömmu þinni? Þið voru bara saman með Já, við vorum byrjað að vera saman þar og það náttúrulega eyðileggst bara alveg. Já. Algjörlega, þannig að við fáum þessa vinnustofu og rosa lána. Ég var líka að kenna í hópskóla myndlist á yngsta stigi. Var búin að gera það í nokkra mánuði fyrir rýmingu og líkaði vel og hefði örugglega haldið því áfram. Þú veist, þannig að en þetta er bara, svona er þetta. Svona staðan. Já, þannig að maður er bara að reyna að vera bjartsýnn, halda lífi í bænum og svona halda áfram. Og þið eru semst búin að gera þennan hollvinasamning, búin að gista. Búin að gista, líður bara vel. Og hvernig er heimilið? Þið þurftu náttúrulega að flytja og henda jafnvel húsgögnum og annað. Ég hendi ekki neinu, út af því að við vorum með húsnæði hjá afa sem við gátum sett hluti í. Sett í ísskápinn og flest allt sem ég kom ekki í búin í Kópavogi. Það er allt komið tilbaka í húsi og svo er ég búin að sanka af mér gömlu rúmi, gömlu sjónvarpi. Þú veist, ég noti þetta eins og sumarbústað, við getum sagt það. Ég ætla að pröfa það í sumar og sjá hvernig gengur. Og hvernig hefur ykkur liðið? Bara rosalega vel. Og þú ert með börnin? Ég er með börnin mín og þau eru náttúrulega ennþá í skólanum, þú veist, í bænum og svona. Hvað er yngsta barnið gamall? Hún er 5 ára, hún er á leikskóla. Þannig að, en þau vilja bara alltaf koma hérna með mér, jafnvel á virkudögum. Og núna getur maður það í sumar aðeins. Já, og bærinn er alveg öruggur. Hann er öruggur. Þau finn ekki fyrir neinu og ég leyfi þeim bara að vera hérna alls staðar eins og ekkert sé, sko. Þeir eflaust mjög margir Íslendingar telja þig hálf galla með börnunum. En þetta er bara, nei, það er líka, þú þarft að upplifa það að vera hérna. Þú þarft að upplifa að vera hérna. Þú þarft að finna, er ég hræddur, er ég ekki hræddur, skilurðu? Og bara hugsa, þú veist, 95% af bænum er í lagi. Og þessi hættulegu svæði, þau eru svo kyrfilega girt af að maður þarf virkilega að hafa fyrir því ef maður ætlar að koma sér í hættu. Og ég treysti börnunum mínum fullkomlega að vera hérna. Þessum 2 elstum, þau bara fara hérna eins og ekkert sé. Íþróttahúsið náttúrulega dregur svakalega mikið. Þau vilja bara vera þar og í sundi og eitthvað. Og það er náttúrulega æði þegar vinirnir koma líka í Grindavík. Og núna er gamli skólinn sem það er verið að laga hann. Þannig að heldur þú sé einhverja líkur á því að skóla allt hefjist í haust? Ef þú fengir að ráða, myndir ekki bara að segja? Jó, en mér finnst erfitt að segja þetta. Mér finnst erfitt að halda í vonina, en mér langar svo mikið að halda í vonina og vera jákvæð. En þetta er það erfiðasta sem maður gerir, er einhvern veginn að bara, þú veist, vona, svo verður ekkert úr því. Það er það sem ég er eiginlega búin að finna mest fyrir, að maður það bara leyfir sig einhvern veginn að ganga, taka þátt, sjá hvað gerist og annað. En þú veist, það væri geggjað ef það væri eitthvað hérna fyrir börn. En fyrir þig sem listmálara, þú vilt hvergi annars það mála? Hvergi annars það að vera og mála. Og er þið ekki alveg í skíunum bara hérna á nýju vinnustofunni? Bara, þetta er geggja. Hliðin á bakaríinu, fullt af fólki að koma þegar bakarí er opið og bara... Sagan segir að sumt fólk hafi ætlað að koma til þess að kaupa sér Bakkelsi og kaupir mynd. Og keypti mynd í staðinn. Það er bara geggja, sko. Bara geggja. Og bara, þú veist, líka fólk að koma og sjá að maður reyna að halda aðeins líf í bænum. Einmitt. Það er bara þannig. Bara frábært. Til hamingju með þetta. Takk kærlega. Helga fór yfir hvernig kom til að hún er að mála í dag þar sem hún er og er bjartsýn á framtíð Grindavíkur. Sko, þetta er nú bara Gerðavelli 17 við hliðina á bakaríinu og hérna, ég sótti bara hjá bæjarstjórninni eða bænum að fá nýja vinnustofu því að gamla vinnustofa mín er alveg ónýt.
Já, hún er í þessu hverju. Hún er í Vörðusundi, niður Bryggju. Það sem að mikið af húsum eru ónýtt. Það er sprunga alveg undir grunninum og hún hallar bara fram meter, sko. Og ég gat ekki unnið þar og það er bara gat í loftinu og rignir inn og það er bara ónýtt. Þannig að ég fekk þetta var leikskóli. Hvenær gerist þessi sprunga? Er það strax 10. nóvember? Já. Já, bara strax þá. Já. Og svo í janúar gerist líka. Svo er hérna líka búið að vera eitthvað svona örugglega hreyfing undir og þetta hefur eitthvað stækkað og komið kúlur og svona á gólfið. En svo hafi bara málverkin mín og litirnir mínir og penslarnir út allt og ég var bara að reyna að finna þessu einn stað. Já, hvar varstu búin að vera að mála frá þessum tíma? Já, ég leigði þarna í Bakkasmára í Kópavogi og var þar í bílskúr, svo upp í sumarbústað og í bílskúrnum heima hérna á Blómstvöllum. Af því ég fór fljótlega aftur heim bara og er búin að vera hérna síðan í júlí í fyrra. Þú ert búin að vera eina af þessum grimmu Grindvíkingur. Já. Og var í litlu rými þarna út í bílskúr hjá mér sem einu sinni var hárgreiðslustofa. Og hérna, svo bara talaði ég við Ásrúnu, bæjarfulltrúa, og spurði hvort þau hefði eitthvað húsnæði. Og það kom margt til greina. En þetta var hentugast fyrir mig. Þetta er stutt frá heimilinu, þetta er bjart og gott. Og svo er dóttir mín með mér og þetta bakar hérna hliðina og sagan segir að það hefur eitthvað fólk komið í bakarið og keypti enga kleinu en keypti mynd í staðinn. Já, það er alveg rétt, það gerðist í gær. Það var fólk sem ætlaði bara að kaupa brauðið eitthvað og kom hingað og fór út bara með ágætlega stóra mynd. Og hvenær opnaðir hér? Heyrðu, ég fékk þetta í janúar, en svo er ég bara búin að vera að, græja og gera og komi fyrir. Þannig að ég er búin að vera hérna kannski svona meira og minna í 2 mánuði. Já. Og svo tókum við bara til núna, höfum við opið hús og búin að hafa fullt af fólki. Og voru einhverja breytingar svona gerðar á húsnæðinu? Nei, veistu það, þetta var náttúrulega breyttist mikið eftir að það var prjónabúð í þetta. Svo var dagheimili og þá þurfti náttúrulega að huga öllum vörnum eins og í sambandi við brunavarnir. Og síðan er þetta bara eins nema við opnum þetta hérna á milli herbyggja. Stórt gat, þannig að það er miklu bjartara og... Men er þetta ekki miklu stærri en það sem þú varst með? Nei, ég var 160 fermetrar. Ok, hvað er þetta stórt? Ég veit það ekki, gæti verið svona 100, 110. En sko, ég var á 2 hæðum þar. En auðvitað saknaði ég gömlu vinnustofuna, það var rosa góður andi þar. Ég horfði upp á Þorbjörn og þú veist. En þetta er líka... Ég er að horfa á Þorbjörn enda núna. Já, þetta er líka mjög, og við erum mjög ánægðir hérna og fáum bara vonandi að vera hérna sem lengst. Já. Og líka sko, mér finnst þetta að vera svona lífæði í bænum að hafa einhvern starfandi hérna við menning og listir. Og fólk er að koma hérna úr Keflavík og Reykjavík og þau er bara sko, þetta er bara falinn demantur. Koma og fá sér kaffi og skoða og bara alveg æði. Og er ekki líka rosalega gaman fyrir það að þið eru hérna bara saman? Jú, ég er rosalega, já. Ég er búin að vera eina mála niður frá í 15 ár. Og núna hefur hún er gull- og silfursmiður og hún alltaf sko hefur þetta alveg í sér. Og hún er svona hvetjandi á mig, þegar ég er löt, þá segir hún, mamma, komdu, við skulum núna mála í dag. Og það er svona trekkir mig svolítið upp. Það er svolítið ekkert margar mæðgur eða feðgar eða sem eiga þetta sem ákoma? Já, nei, það er ekkert víst. Veistu með ykkur það? Ekki kannski svona fljótt á litið, þau eru einhver í bænum og svona, en allavega þá erum við mjög ánægðir hérna og við erum svona málum kannski svolítið líkt en samt ólíkt og bara erum rosalega ánægðir með þetta. Og hvernig líst þér svona á nánustu framtíð Grindavíkur? Nú erum alltaf að heyra fleirum og fleirum sem er að gera hollernarsamning og... Já, ég er bara ánægð eins og Rut mín, hún er búin að gera alla samningar sem hægt er að gera og ætlar að vera hérna að nota þetta sem sumarhús. Og þá málar hún með mér hérna. Ég er bara bjartsýn á þetta, Sigurbjörn. Ég held þetta sé allt að koma. Og hérna, fólk þarf bara að koma á sínum forsendum, pröfa að vera hérna og líða vel. Og ef ísinn er brotinn, þú kannski sefur eina nótt og vakna við fuglasöng, þá er ekkert aftur snúið. Nefnt. Þá ertu bara komin heim. Og er það ekki líka dálítið svona fólk sem er að koma til inn utan Grindavíkur sem að kemur að það heldur að staðan sé miklu verri en hún er. Og sérstaklega fólk í bænum sem ég tala við, eins og í galleríinu í Reykjavík, þá segir kannski, og býrðu Grindavík? Ertu brjáluð? Og er allt í lagi? Já. Og hvað er ekki sprungur út allt? Þau eru bara búin að hlusta á fréttaflutningin og þau trúa því og vita ekkert betur. Eðlilega. Já. Svo segi, komdu bara rúndinn og kíktu á mig í kaffi, ég skal sýna þetta. Og fólk fer með aðra upplifun tilbaka.
Já. Þannig við erum bara bjartsýn á þetta. Alveg. Þú búin að spyrja mig áður í kirkjunni hérna í fyrra og þá var ég jafn bjartsýn. Það eru til hamingju með þetta. Já, takk fyrir og allir velkomnir. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is.